En eins og framkom í fréttum auðvelt og algengt að koma sér undan lögum sem eiga að skylda útgerðir til þess að veiða fisk í stað þess að leigja hann. Kvóti sem afhentur útgerðum vegna aflabress, gagngert vegna byggðasjónarmiða, ekki háður veiðiskyldu og því geta útgerðir stórgrætt á að leigja allan þann afla frá sér. Í nýrri skýrslu tveggja nemenda við Háskólann á Bifröst vakin athygli á annmörkum á kvótakerfinu sem skýrsluhöfundar telja að séu beinlínis þjóðhagslega óhagstæðir. Helgi Seljan og Steingrímur Dúi Másson hafa kynnt sér skýrsluna og athyglisverðar staðreyndir varðandi leigukvóta og vannýttar tegundir. Það var aldrei hugsunin með kvótakerfinu að það byði upp á brask sem hefði vafa saman ef nokkur þjóðhagslegan ávinning. Meginreglan var sú að útvegsmenn veittu sinn kvóta en grættu ekki á að höndla með óveittan fisk. Staðreyndin hins vegar sú að útgerðarmenn hafa getað rakað inn milljarðagróða með því einu að leigja kvóta fram og tilbaka. Þessar tilfæringar hafa einkennilegar birtingamyndir. Á smátrillu í eyjum skráður kvóti á alþjóðlegu hafsvæði, línubátur skráður með heljarinnar rækjukvóta og lög sem skylda menn til að veiða auðveldlega sniðgengin með vitund yfirvalda. Svo komið að kvóti í sumum tegundum virðist varla þjóna öðrum tilgangi en að auðvelda mönnum að leigja meira frá sér af öðrum tegundum. Erfitt að fá þennan óveita kvóta til að sækja aflann á sjó. Það meiri hagur í því að höndla með hann óveitan. Ný rannsókn tveggja laganema á Bifröst sýnir fram á að tilteknar fisktegundir vannýttar og í staðinn notaðar til að liðka fyrir útleigu á öðrum tegundum. Þórður Már Jónsson og Finnbogi Vikar laganemar við Háskólann á Bifröst. Fyrir hálfu ári fóru þeir að skoða leigumarkað á kvóta eftir að hafa heyrt og sannreynt að þrátt fyrir úthlutun aflaheimilda í ákveðnum tegundum væri lítið sem ekkert veitt af þessum fiski og að erfitt væri að fá aðgang að veiðirétti í honum. Sú tegund sem vakti fyrst athygli þeirra var úthafsrækja. Nær 80% kvóta í þeirri tegund hafa á undanförnum árum verið óveidd. Hafrannsóknastofnun metur það samt þannig að vel sé hægt að veiða umtalsvert magn og að það ætti í raun að gera. En hann virðist aðeins vera svona jafna sig núna eða hérna aðeins svona lífsmark með honum og við töldum núna í okkar ráðgjöf ástæðu til þess að mæla með upphafsaflaheimildum på 7.000 tonn sem náttúrulega ekki mikið með við kannski 60-80.000 tonna afla eins og var þegar mest var. En enga síður þá teljum við full ástæðu til að nýta þessi 7.000 tonna heimildir. En meðan það ekki gert þá náttúrulega þá kannski eðlilegt að tala að sé vannýtt. Á sama tíma og úthafsrækjustofninn hefur verið vannýttur hefur ekki verið hægt að fá veiðirétt á úthafsrækju fyrir þá sem hafa óskað eftir því. Í úttektinni telja skýrsluhöfundar ástæðuna fyrir því að ekki fáist aðgangur að ónýttri tegund vera þá að úthafsrækjukvótinn sé notaður til að auðvelda brask. Fiskistofa sá eftirlitsaðili sem á að sjá til að lögum sé fylgt við fiskveiðar. Ég í sjálfu sér erfitt með að hafa einhverja sérstaka skoðun á því hvort þetta eðlilegt eða óeðlilegt en þetta það sem virðist í einhverjum tilvikum gerast og einhverjum finnst það örugglega óheppilegt ef að kvótakerfi hefur með einhverjum þeim hætti þau áhrif að þeir sem vilja sækja afla ekki geta fengið til þess heimildir en segi ég þetta kannski eitthvað sem ekki okkar hlutverk að hafa ómikla skoðun á hvort það óeðlilegt eða eðlilegt, en svona getur þetta verið í þessu fiskveiðistjórnarkerfi sem við höfum. Það ekki samt þannig á meðan að þá menn ekkert að einu sinni að reyna að sækja þessu úthafsrækju því hún orðin bara eitthvað skiptimynd? Má ekki alveg færa rök fyrir því? Ég gerir ráð fyrir því að einhver geti fært rök fyrir því en Fiskistofa í sjálfu sér hefur enga sérstaka skoðun á því. Þetta allt saman upp á borðinu, opið og aðgengilegt öllum sem það vilja kynna sér og ef að þeir sem til þess hafa umboð og vald telja reglurnar ekki góðar þá hafa þeir allar upplýsingar til þess að taka ákvarðanir það. Fiskistofa hefur ekki það hlutverk. Þessar staðreyndir ekki og hafa ekki verið neitt leyndarmál enda stangast þær ekki á við lög þó að í skýrslu laganemana sé þjóðhagslegur ávinningur af þessum gjörningum dreginn í efa. Í áskýrslu Landssambands íslenskra útvegsmanna frá því í fyrra segir úthafsrækju. Úthafsrækja hefur í flestum tilfellum verið leigð til að auka framsalsheimildir.
Samkvæmt lögum stjórn fiskveiða heimilt að leigja frá sér allt að helming af svokölluðum þorskígildum. En þorskígildi það aflamagn af tiltekinni tegund sem telst jafn verðmætt og 1 tonn af þorski. Sem dæmi 1 tonn af úthafsrækju nú hálft þorskígildistonn, en verðmættið misjafnt eftir fisktegundum. Í skýrslunni þessu lýst þannig að útgerð sem á nokkur skip eða báta og ræður yfir miklum kvóta, til dæmis í úthafsrækju og þorski, vilji ekki selja frá sér úthafsrækjukvótan þar sem það rýrði rétt útgerðarinnar til að leigja frá sér þorskkvóta. Leiguverð á þorski hefur verið og gríðarlega hátt og auðvelt að færa rök fyrir því að mun hagstæðara sé fyrir útgerð að leigja öðrum þorskinn fremur en að veiða hann sjálf. Til þess að geta leigt frá sér eins mikið af þorskkvóta og hægt færir útgerðin til sín úthafsrækjukvóta af öðru skipi sömu útgerðar eða leigir það af annarri útgerð fyrir mun minni pening en andvirði þorsksins og skapa sér þannig rýmri rétt til að leigja frá sér þorskkvóta. Í áskýrslu LÍÚ frá í fyrra kemur fram að leiguverð á kílói af rækju hafi þá verið 2 krónur, en 240 krónur fyrir kíló af þorski. Kvótalegu hagnaður útgerðanna skiptir milljörðum á ári hverju þannig að það eftir miklu að slægjast. Í skýrslunni tekin dæmi slíka gjörninga. Brimnesið RE27 í eigu útgerðarrisans Brims. Á síðasta fiskveiðiári var heildarkvóti skipsins 8.500 þorskígildistonn. En frá skipinu fóru með leigu eða á önnur skip Brims 5.000 þorskígildistonn, aðalega af þorski, karfa og ýsu. Með þessu hafði skipið fært frá sér meira en helming kvóta síns. Til þess að leiðrétta bókhaldið leigir útgerðin á skipið 1100 þorskígildistonn af úthafsrækju og þannig leigustaðan jöfnuð. Magnið af rækjunni sem leigt var inn til jöfnunar voru 2000 tonn eða 30% alls úthafsrækjukvóta á Íslandsmiðum sem þetta ár nam 7000 tonnum. Þrátt fyrir þessa innleigu landaði skipið einungis 9 tonnum af rækju þetta fiskveiðiár. Það þarf þó ekki að koma óvart enda fóru viðskiptin með úthafsrækjuna fram 2 dögum fyrir lok kvótaárs. Þessi viðskipti með rækjukvótan gerð til alls annars en að veiða rækjuna. Skýrsluhöfundar velta enda upp þeirri spurningu hvort eðlilegt sé að fiskistofnar eins og úthafsrækjan séu kvótabundnar, meðan kvóti í þeim ekki nýttur til annars en að auka rétt til að leigja frá sér aðrar tegundir. Enda segir í lögum stjórn fiskveiða að sjávarútvegsráðherra skuli ákveða heildarafla sem veiða má á ákveðnu tímabili úr stofnum sem nauðsynlegt talið að takmarka veiðar á. Já, ég ætla ekki að tjá mig hvað eðlilegt, það ekki hlutverk Fiskistofu að hafa sérstaklega skoðanir í því hvort regluverki endilega mjög heppilegt, það pólitísk spurning. Í skýrslunni kemur einnig fram að hluti þess rækjukvóta sem Brimnesið leigði til sín hafi komið frá skipi í Grindavík, Sighvati GK. Sighvatur samkvæmt tölum frá Fiskistofu skráður fyrir 15% alls úthafsrækjukvóta á Íslandsmiðum. Það sem gerir þá staðreynd athyglisverða að Sighvatur GK hefur einungis veitt á línu þau ár sem hann hefur verið handhafi þessa kvóta. Í lögum stjórn fiskveiða segir: þegar fiskiskipi hefur verið úthlutað kvóta heimilt að flytja kvótan milli skipa enda leiði flutningurinn ekki til þess að veiðiheimildir verði bersýnilega umfram veiðigetu þess. Þó lögin tiltaki sérstaklega veiðigetu þegar kemur að því að takmarka flutning milli skipa hafa stjórnvöld þó ákveðið að lögin skuli túlkuð á þrengsta mögulega máta. Það hefur orðið niðurstaðan og meðal annars vegna þess að sjávarútvegsráðuneytið eða sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið, það hefur úrskurðað að það eigi fyrst og fremst að miða við stærð skipa við túlkun þess ákvæði. Stærð skipa, það að segja að skip sé nægilega stórt til þess að geta veitt þann kvóta sem óskað rétt til að flytja til þess. Sjávarútvegsráðuneytið hefur þannig lagt blessun sín yfir það að kvóti sé færður á skip sem ekki útbúið til að veiða hann, né virðist ætlunin hafa verið að veiða hann. Sighvatur hefur enda aldrei landað svo mikið sem kílói af rækju þau ár sem kvótin hefur verið á skipinu. Veistu til þess að rækja hafi mikið verið veitt á línu við Íslandsmiðum? Veitt á línu? Já. Nei, ég held að það sé ógjörningur, en ég ger ráð fyrir því að línuskip það sé hægt að útbúa þau til annarra veiða með breytingum og þess áttar og það niðurstaða stjórnvalda að þetta ákveðalega ber að túlka þennan hátt.
Jafnvel þessi kvóti sé óveiddur, þau landi aldrei rækju eins og í þessu tilfelli í mörg ára, þá það fyrst og fremst stærðin sem miðað við. Það nú þannig að all mörg skip, eða flest skip, getum við sagt, hafa fleiri en eina kvótategund. Þannig að það engin skylda í sjálfu sér að veiða alla þær tegundir. Það regluverk sem gildir í fiskveiðistjórnarkerfinu gerir ekki ráð fyrir því að það sé skylda. Eftir að þetta viðtal var tekið við forstjóra Fiskistofu fann Kastljós þó dæmi bát sem einnig skráður með kvóta sem hann tæpast útbúinn til að veiða. Auk þess auðvelt að færa rök fyrir því að stærð hans mæli gegn því. Þar að ræða trillu í Vestmannaeyjum sem skráð með rækjukvóta. Að ræða 14 metra plastbát sem heitir Frú Magnhildur. Rækjukvótinn sem skráður á þann bát þó ekki úr stofni á Íslandsmiðum, heldur úr sameiginlegum rækjustofni á alþjóðlegu hafsvæði 1000 sjómílur austur af Nýfundnalandi, hinum svokallaða flæmska hatti. Línubáturinn Sighvatur reyndar líka skráður með kvóta á sama svæði. Fullvíst má telja að Frú Magnhildur hefur ekki og mun ekki geta sótt þann kvóta, enda fara sleikar veiðar fram á margfalt stærri og öflugari skipum. Annað dæmi af svipuðum toga og rakið í skýrslunni af bátnum Hjeðni HF28 sem áður hét Viðarþ H. Sá bátur átti veiðiheimildir í svonefndri Öxarfjarðarækju, innfjarðarækjustofni sem hrundi fyrir nokkrum árum. Í kjölfar þess var sett á veiðibann en til að vega upp fyrirsjáanlegt tap var ákveðið að 60 bátar fengju bætur í formi kvóta í þorski og öðrum tegundum í staðinn. Árni Matthísen sjávarútvegsráðherra ítrekaði á Alþingi að þetta væri gert til að mæta byggðarlögum sem hefðu orðið illa úti vegna aflabrests. En í stað þess að veitt væri upp í þessar bótaheimildir þá leigði útgerðin allan kvótan frá sér og raunar meira til. Aftur það úthafsrækja sem fengin inn til að vega upp á móti útleigunni, aftur það Sighvatur sem leigt hjá og aftur rækjan óveidd, enda báturinn tæpast búinn til úthafsveiða á rekju. Það að leigja frá sér kvóta sem úthlutað með sérstakri byggðaaðgerð þó ekki háð neinum sérstökum takmörkunum. Að samkvæmt lögum og reglum ekki sérstök framsalsregla þetta, þannig að menn geta flutt 50% af þessu eins og almennt gildir frá sér. Hversu algengt það það hef ekki hugmyndum. En það ekki bara þessi staðreynd leiguna og skýrslu Þórðar á Finnboga sem vekur athygli. Það sem vekur líka athygli hversu lítil veiðiskylda var á þeim kvóta sem afhentur var í bætur. Veiðiskyldan þannig í raun engin. Þannig voru fyrir á bátnum 149 þorskígildistonn en bæturnar bættust við og þær námu 158 þorskígildistonnum. Veiðiskyldan gerði hins vegar ráð fyrir því að einungis þyrfti að veiða 74 tonn sem helmingur þess sem fyrir var á bátnum. Því mátti útgerðin leigja frá sér helming aflans sem fyrir var og alla sérstöku úthlutunina samtals 232 þorskígildistonn. Þetta gat útgerðin án þess að eiga á hættu að vera svipt kvótanum. Raunar ekki sérlega gott hald í veiðiskildunni sem þó oft vísað til sem varnagla gegn braski. Reglan var sett á gagger til að koma í veg fyrir að menn sætu á kvóta og leigðu í stað þess að veiða hann. Hins vegar mjög auðvelt að komast fram hjá lögunum og það gera margir. Það hægt að komast fram hjá áhrifamennar að því leyti til að hlutdeildir eru framseljanlegar. Þannig að ef þú getur uppfyllt önnur skilyrði til þess að geta framselt hlutdeild og hún komin eitthvað annað, hlutdeildin, áður en sýnt að þú ert ekki að uppfylla kröfuna, það ekki ljóst fyrir en í lok annars fiskveiðiárs. Þá loksins liggur fyrir hvort þú uppfylltir kröfuna eða ekki. Og ef þú flytur hlutdeildina að þér áður en það sýnt, þá hún bara komin í hendurnar á öðrum og aðrir farnir að nýta hana. Hann nefnir 20 skip sem ætla má að sé að flytja af sér að þeir eru í þeirri stöðu að fyrirsjáanlega gætu þeir misst hlutdeildir, að þeir hafa ekki veitt nægilega út þessari veiðiskyldu. Fiskistofustjóri fæst ekki til að svara því hvort hann telji heilbrigt að menn geti auðveldlega setið heima og leigt frá sér óveittan kvóta með miklum hagnaði í stað þess að veiða hann. Mér finnst þú kannski eftir að beina þessari spurningu frekar til stjórnmálamanna en okkar. Þetta matskent og þetta álítun sem mér finnst ekki hlutverk Fiskistofu að draga. Við erum bara framkvæmd aðil og framkvæmd reglur, þetta bestu getu. Og
reynum að vera samviskusamir í því, en við blöndum okkur ekki í umræðum það hvort reglur eru góðar eða vondar, það ekki okkar hlutur. Engin fiskifræðileg rök eru á bakvið lög sem leyfa að einni fisktegund sé breytt í aðra af útgerðum. Fjórðungur af öllum afla í sumum tegundum fenginn með þessum hætti og þetta veldur því að í land kemur meira af afla en kvóti gerir ráð fyrir. Þetta veldur verri nýtingu fiskistofna að mati forstjóra Hafrannsóknastofnunarinnar og Kastljós heldur nú áfram umfjöllun sinni kvótakerfið. Helgi og Steingrímur Dúi taka við. Samkvæmt lögum stjórn fiskveiða leyfilegt að breyta einni tegund af botnfiski í aðra, en með þessu geta útgerðir aflað sér hárra fjárhæða með því að breyta tegundum sem óhagstætt þykir að veiða í aðrar hagstæðari. Leiga oft notuð í þessum tilgangi, en þá leigja útgerðir til sín kvóta í einni tegund og breyta í aðra. Eina hámarkið sem settir á þessa gjörninga að útgerðir mega ekki breyta tegundum sem nemur meira en 5% af heildarkvóta þeirra í svokölluðum þorskígildum. Þorskur undanþeginn þessum reglum. Ekki þó leyfilegt að breyta þorski í aðra tegund eða breyta tegund í þorsk. Rökin fyrir því að geta breytt einni fisktegund í aðra hafa verið þau að með því sé mönnum gefinn kostur á því að landa öllum þeim afla sem borð kemur, því enda þótt íslenskir skipstjórar séu fundvísir á afla á miðunum ekki hægt að panta algjörlega samsetningu hans úr sjó. Þannig reglan sögð koma í veg fyrir brottkast. Í skýrslu tveggja laganema á Bifröst sem Kastljósið fjallaði í gær einmitt fjallað þessa reglu. Þar hún sögð fela í sér galla sem skýrsluhöfundar segja að gangi gegn sjálfbæri nýtingu fiskistofna. Tegundatilfærslan eins og þessi regla kölluð nokkuð algeng og það nokkuð góð býti í boði. Ef til dæmis grálúðu breytt í steinbít fást 2 kíló af steinbít fyrir kílóið af grálúðinni. Hátt hlutfall af öllum veiddum steinbít á Íslandsmiðum fengið úr annarri tegund. Meðaltal síðustu 3 ára gefur til kynna að 26% alls steinbít sem veiddur sé í raun fenginn með því að breyta annarri fisktegund í steinbít. Landaður steinbítsafli hefur enda verið langt umfram ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar og einnig þann kvóta sem ráðherra ákveður og á að vera hámarksafli samkvæmt lögum. Síðustu 3 fiskveiðiár hefur veiði umfram kvóta verið alltaf 3.500 tonn eða 27% umfram kvóta. Meðaltalið fyrir sama tímabil 23% umfram útgefin kvóta. Þetta sveigjanleiki sem hefur þann, annmarka, að það svona eykur óvissuna í heildarmagni í tegundum, en á móti kemur að sé þetta nýtt rétt, sem ég nú trúa að sé í flestum tilvikum, að þá stuðlar þetta að ábyrgar og betri umgengni auðlindina, svo má segja, menn hirða frekar afla, sem ella hugsanlega, þeir sem óábyrgir, hent í sjóinn. Þetta svona til þess fallið að koma í veg fyrir brottkast vegna kvótaleysis. Og samkvæmt upplýsingum frá Hafrannsóknastofnun hefur þessi ofveiði á steinbítnum orðið til þess að ekki hefur náðst eins góð nýting úr stofninum og ef ráðgjöf og kvótaúthlutun hefði verið fylgt. Þannig segir í ástandsskýrslu Hafró að veiðistofnin hafi minnkað undanfarin ár á sama tíma og veiði hefur farið yfir útgefin kvóta. Þá talið líklegt að afrakstursgeta stofnsins muni minnka á næstu árum. Varðandi steinbítin sem þú nefnir þarna, þá hafa okkar tillögur verið á undanförnum árum tiltekið aflamark, tiltekinn hámarksafla og það hefur verið tilhneiging til þess að setja aflamarki heldur hærra og síðan hefur aflinn farið fram úr aflamarki, þannig að árangurinn sá að við höfum ekki náð að nýta steinbítsstofninn kannski eins vel og við hefðum getað, þó svo að stofnun sé engan veginn hætta búina þessari nýtingarstefnu eða þessari nýtingu sem verið hefur. En eins og ég segi þá hefði eflaust hægt að nýta stofnun betur heldur en við höfum gert, hefðu farið heldur vægar í veiðarnar. En auðvitað eins og ég segi það eru stjórnvöldir sem bera ábyrgð á þessu, við berum ekki ábyrgð á nýtingu fiskistofna, við berum ábyrgð á úttekt og mati á ástandi þeirra og þeim tillögum sem við gerum, en að sjálfsögðu stjórnvöldir eru frjáls að fara eftir þeim tillögum. Tegundir sem skiptir út fyrir steinbítin eru margar og nokkrar eru mikið notaðar í slíkar tilfærslur. Á undanförnum árum hefur til dæmis 16% alls kvóta í grálúðu ekki verið veiddur sem grálúða heldur sem önnur tegund. Talan svo enn hærri þegar kemur að skrápflúru þar sem fast að helmingi kvótans breytt í aðra tegund.
og 40% af öllum sandkólakvóta. Hægt að skoða hvernig einstaka útgerðir bera sig af við þessar tegundatilfærslur í skýrslu laganemana en þar tekið dæmi af útgerðarrisanum Brimi og tegundatilfærslum þeirra. Þar sést að Brim breytti 334 tonnum af grálúðu og tókst þar með að búa til 350 tonn af ýsu, 205 tonn af steinbít og 43 tonn af skarkola, en auk þess fengu þeir út úr þessu 44 tonn af löngu. Veiðar á grálúðu hafa ekki gengið sem skyldi undanfarin ár og því hefur útgerðin geta búið til verðmætar tegundir í staðinn úr grálúðunni. Forstjóri Hafrannsóknastofnunar segir að tegundatilfærslur geti haft mikil áhrif á stofna þegar henni mikið beitt, eins og raunin virðist með suma stofna. Í þau tilfelli sem að við höfum haft svo litlar áhyggjur af þessu eru þessi litlu stofnar, þar sem að tilfærslur geta haft tiltölulega litlu magni geta haft tiltölulega mikil áhrif.